Thank you, thank you, thank you. I just wanted to take a minute today to show you something I just figured out. It was troubling me. So let's take a look at what I'm sure it was exactly like. I wish I had a cloud. That's it. I have a cloud. I have my own private cloud, thanks to System Center 2012. There you have it, folks. You saw it first. I just took a minute to show you what I just figured out. Thanks to System Center 2012, I have my own cloud. Ég heiti Snæbjörn Freyr. Kollegi minn Alvin situr hérna í betra sætinu. Sendi með mér glærurnar. Vinur okkar hérna í myndbandinu sagði okkur frá draumum sínum þetta private cloud sem allir að tala Þannig því mér ekki tíma til að vera að ræða eitthvað sérstaklega það. Heldur kannski það sem mér datt í huga að þið vildu heyra og heitt í dag Config Manager 2012 og svo segi ykkur eitthvað aðeins frá Operation Manager 2012 og eftir. Configuration Manager 2012. Hvað margir hérna sem eru að nota 2007 útgáfans? Nokkrir. 2012. Aðeins færri. Þetta smá sýnir svona á þróun á Microsoft Client Management síðastliðin 18 ár. Það er ýmislegt breyst og kannski þeir sem eru allavega að nota þetta þekkja. Það stöldur stuttið svo ég fá ekki mikið af áminningum. Hvernig viljum við fá meira út úr kerfunum okkar? Við viljum virkja notendurna betur, lækka rekstrarkostnað með því að nýta kerfin betur, einfalda kerfistjórn með því að auka árangur og skilvirkni. Og hvernig ætlum við að ná þessum markmiðum? Við ætlum að bjóða bestu mögulegu upplifun fyrir notendur af því tæki sem eru boðið hverju sinni. Skilgreinum forrit bara einu sinni. Við ætlum að meta notendur, tæki og nettengingar og útvega hentugustu lausnina sem við getum boðið. Við ætlum að ákveða samband notenda, tengja notendur við tæki. Þetta hvort þeim aðal vinnutæki eða primary device, eða hvort það VDI, presentation server eða remote desktop. Þetta svolítið svalt, sjálfsagðgreiðsla á hugbúnaði. Kerfisstjórinn getur sett pakka í sjálfsagðgreiðslu, eins og sjáum við hérna hægra megin. Þess að notendi getur svo farið og valið sér pakka og sett inn sjálfur eftir þörfu. Við getum stillt hvenær pakkarnir fara inn, þannig að það sé ekki að trufla vinnutíman. Notandi velur sér pakkan á hverju installánum og hann fer ekki inn fyrr en eftir vinnu, sama dag eða í matartímanum, þess vegna. Getur líka skilgreint pakka þannig að þegar notandi velur pakka að þá fær deildarstjórinn eða hópstjórinn tilkynningu að notandi vilji setja inn Visio til dæmis
og stjórnandinn ákveður þá hvort hann hefur heimild til að setja hann upp, apprófar það og pakkinn fer inn á þeim tíma, annarkvort strax eða á þeim tíma sem við skilgreinum. Mobile Device Management. Þetta miðast eingöngu við tæki sem nota Exchange ActiveSync. Við getum sendt stillingar á tækin. Við getum fengið búnaðarupplýsingar tækin og við getum framkvæmt remote wipe. Það því miður ekki meira í boði í mobile management. Ekki sem menn hefur kannski viljað sjá, en kemur vonandi. Smá væntanlega betrumbætur í servicepakka 1 sem að vera væntanlegur þegar nýju serverinn og Windows 8 verða settir í hillur. Það stuðningur náttúrulega við Windows 8, Windows 8 tablet, stuðningur við Mac OS X, Linux og Unix og Windows to Go support. Hugbúnaðardreifingu, þá komið náttúrulega þessi MetroStyle application, Deep Link application og Network Cost support. Við viljum að lækka rekstrarkostnað með því að setja kerfin undir eitt þak. Meðal annars stjórnun á virtual clientum, vírusvarnir, uppfærslur, power management og margt fleira. Endpoint protection. Það komið mun einfaldari server og dreifing á klientum, uppfærslur, skýrslugerð og vöktun og hegðun, veiruvörn, eldveggir og fleira. Allt mjög aðgengilegt. Við getum látið kerfið læra á hegðun og taka ákvarðanir hvernig við bregðust við ákveðnum atriðum, hvort það sé í lagi eða ekki. Hér svo smá myndaði hvernig uppfærslur fara fram. Við getum haft allt sjálfvirkt, uppfærslur utan vinnutíma ef þarf. Við getum útbúið grúppur sem ákveða tegundar uppfærslum. Allt með því hvað við viljum gera og gera okkur lífið einfalt. Við getum til dæmis ákveðið að taka bara security updates á Office, dreifa því bara á ákveðna deild á ákveðnum tíma, haft það sjálfvirkt, eitthvað annað manuált eða skoða annað betur áður en við dreifum því, haft svona pilotgrúpur. Úreltum uppfærslum. Það eitt til að einfalda og hætta að safna rusli. Databasein stækkar alltaf því að við tökum aldrei til. Smáður sem power management. Þannig að maður svo ágætt plan með það hvernig við getum útbúið og komið power management reglum í notkun. Við byrjum á að virkja agentinn og byrja á að monitora. Við söfnum upplýsingum og byrjum að útbúa powerplanið. Síðan staðfestum við reglurnar, dreifum þegar komið þeim í virkni. Svo í restina þegar við erum búin að fá eitthvað gott út úr þessu, þá förum við og sýnum forstjóranum línuriti við hvernig okkur tókst að spara. Það er að segja ef okkur tókst að spara. Það er fyrir og eftir svona gröf, voðalega sjónrænt og fínt. Einfaldari kerfisstjórnun.
Það nútímalegt miðmót, hlutverkastýrður aðgangur, stýrikerfisdreifing, heilsufar klæjenda, búnaðarskráning, yfirtaka véla og margt fleira, kemur betur inn á þetta eftir. Modern GUI, nútímalegt þægilegt stjórnborð. Það er allar tilkynningar innan stjórnborðsins. Það er ekkert að fara að leita yfir lækinn af þeim. Leitastika, alltaf sýnileg, til að flýta fyrir og einangra það sem eitthvað vantar að finna. Það er nýja reglur fyrir aðild að söfnum eða collectionum til að bæta síun eða filtera. Það er að leita og grúppa hluti saman. Þetta er þessi hlutverkastýrða stjórnun. Við getum ákveða aðgang þeirra sem hafa aðgang að kerfinu, alveg niður á bara smá hluti. Allt eftir hvað við á. Til dæmis ákveða hugbúnaðardreifingu, hverja hafa aðgang að því, eða uppfærslum, skjáyfirtöku, skýrslum og framvegis. Getur gefið forstjóranum aðgang að skýrslunum eingöngu á öllu fyrirtækinu eða einhverjum deildum. Getur gefið þjónustuborðinu okkar aðgang að remote desktop eða skjáyfirtökunni, hugbúnaðardreifingu. Hafa kannski ekkert meira annað að gera inn í kerfinu. Og við getum stýrt þessu alveg niður á collection, allt eftir staðsetningu. Hugsanlega einhver aðili sem þarf bara að sjá vélar og það sem er á Akureyri og aðrir í Reykjavík og svo framvegis. Stýrikerfisdreifing, þetta þekkja flestir. Svona sýnir okkur hvernig þetta fer fram. Við getum notað Pixi, Multicast til að draga úr bandvítarálagi. Við getum notað standalone mídíu eins og USB eða DFD. Það er léleg eða engin nettenging. Og svo er User State Migration Tool 4 er innbyggt, þannig að það einfaldar flutning á skrám og stillingu notanda frá einni vél til annarar. Búnaðarskráning, eins og ég kýs að kalla það, hjálpar okkur að sjá hvaða búnað við eigum, hvað er í notkun. Hjálpar okkur að ákveða hvað þurfum að uppfæra. Við ákveðum eitthvað plan, við ætlum að fara að uppfæra núna í Windows 8. Við vitum að við þurfum svona vélbúnar kröfur. Við fáum skýrslur hvað við eigum og við getum sett viðmiðin, látum við vita af öllu sem ekki stenst viðmiðin og förum yfir það hvort það er hægt að uppfæra búnaðinn eða hvort við þurfum heilega hendunum á vesla nýjan. Við getum séð notkun hugbúnaðar, hvort við séum nota meira eða minna með þau leyfi sem við eigum. Það þekkja flestir að við kaupum 1000 Office leyfi eða eitthvað, innstæðum hjá öllum, en á endanum er ekki nema helmingur aðeins að nota það. Þannig að við getum sparað mikið þar. Og það er sjálfsögð að þetta fá skýrslur alveg óendanlega þetta allt saman. Remote control, hvað er nýtt? Það er komið möguleiki á að senda control alt delete yfir í tæki sem við erum með í yfirtöku. Það er mismunandi stillingar á klæjendum eftir collection. Og við getum læst lyklaborðið og mús á vélinu sem við erum með í yfirtöku. Þannig að notandi sé ekki að trufla okkur þegar við erum að hjálpa honum. Og svo getum við útbúið undantekningar í eldauksreglum. Þetta var
já, configuration managerinn. Ég vil tala miklu meira þetta en áður en ég fer að fá minnismiðana hérna, ég reyna að halda áfram. Aðeins að fara yfir á hundavæði með Operation Manager 2012. Létt ágrip sögunni. Þetta ekki alveg jafn löng ævisaga eins og hjá með client managementi, en engu síður. Og það mikil breyting þeir sem þekkja að hafa notað mun eftir að hafa byrjað að nota MOM 2005 og farið svo áfram þeir hafa vita hvað þetta hvað breyst. Operations Manager hluti af Application og Infrastructure Management hlutum í System Center 2012. En hvað svona heitt við Operation Manager 2012? Ég vil reyna aðeins að segja ykkur hvað mér finnst heitt. Það sem nánast alveg nýtt Network Device Monitoring. Það skönnun, eftirlit, mælaborð, skýrslur, beint upp á kassanum. Á þess að þurfa að gera nokkuð þannig séð. Það nýting á minni og örgjörfum, notkun á neti eftir portum, greining á villum og pökkum. Og svo server til nets skönnun og greining, stuðningur við protokolla eins og SNMP, IPv4, IPv6. Svo gríðarlegur sveigjanleiki, allt eftir hvað hugmyndaflugið býður ykkur. Það stuðningur við Unix og Linux, styður SSH og sudo, Elevation, stuðningur RHL 6, AX 7.1 og það aukinn stuðningur við Linux seinna á þessu ári. Svo New Shell Command Templates inn í þessu, alltaf eitthvað nýtt. Aðeins að segja ykkur á Application Monitoring, hvort heldur forrit, vefur eða eitthvað annað sem við viljið vakta. Það performance og uppitíma eftirlit, ítarleg greining til að finna rót vandamála ef eitthvað bilar. Mælaborð sem hægt að birta á vef eða í SharePoint. Þannig að það mjög auðvelt að nálgast þessu gögn og birta þau fyrir aðra en kannski þá sem að vilja rýna djúpt í kerfið. Svolítið mælaborðin. Við viljum fara að sjá allt miklu svona sýnilegra og grafískara. Við höfum mælaborð fyrir heilsufar agenta, netbúnað, þjónustustig og mælaborð með korti. Getum sett kort af Íslandi eða kort af heiminum. Sett dótið okkar þar inn til að fá betri yfirsýn. Samhæfingu SharePoint og Visio. Og það mjög auðvelt að búa til ný mælaborð, allt eftir í hvað við viljum fá að vita. Og það eins og ég segi, bara hugmyndaflugi sem að ræður því hvar við stoppum. Það sýnir ykkur smá sýnishorn af þessum mælaborðum. Þannig sjáum við hluta af stjórnborðinu. Við höfum þarna Netjón sem að segist vera með critical state. Við viljum aðeins kíkja á það nánar. Að fá upp þessa fínu mynd hérna, sjáum Netjónin og Swissin sem hann tengist. Og sjáum við líka þarna tvo aðra Swissa sem að tengjast hinu Swissinum. Þegar við skoðum Swissin betur, þá sjáum við þessa tvo Swissa sem við sáum á fyrirmyndinni.
og þær tengingar sem að þeir Svissar hafa svo áfram við önnur tæki, hvort sem það eru Svissar eða ráðdyrar, whatever. Við fáum líka að sjá alls konar skemmtilega grafík og mæla allt í botni þarna. Og upplýsingar tæki, allt eftir í hvað við viljum skoða. Við skoðum Svissina aðeins betur sem við vorum með þarna fyrir myndinni. Við fáum þar lista yfir portin sem eru til staðar og eru í notkun. Og við ákváðum að velja hérna port 1.1 til að kíkja þess betur á það. Því að ég veit að það er það sem ég vil skoða í þessu tilfelli. Þá fáum við þetta skemmtilega mælaborð, netmælaborðið. Sýnir okkur alls kyns gagnlegar upplýsingar akkurat þetta port sem ég valdi. Það er þetta að bæta inn í þetta, taka út, filtera, allt eftir hvernig þið viljið sjá þetta. Hérna er svo önnur mynd úr stjórnborðinu sem að sýnir þetta nettæki sem við erum að monitora. Í Operation Manager 2012 eru fyrirfram skilgreindir yfir, ef ég man rétt, yfir 800 módúlar fyrir nettæki og þar af eru rúmlega 600 sem tengjast Cisco beint. Mjög flott. Hérna er mælaborð fyrir vefþjónustu sem ég ákvað að fylgjast aðeins með. Virkar frekar simpelt og ekki neitt að sjá hérna til að byrja með. Þetta er búið að smella stöðuna á þetta heimskort sem ég sagði ykkur frá áðan. Þannig að við getum séð stöðuna á þessari vefþjónustu og það er greinilega eitthvað að í London og Moskvu. Ekki skrítið. Enn eitt mælaborðið til að sýna okkur ástand sömu vefþjónustu. Endalaust af línuritum, alls konar. Þið getið klikkað út ef þið viljið ekki skoða til dæmis São Paulo, Sydney, Akureyri eða Egilsstaði. Þannig nú. Og svo síðasta mælaborðið sem sýnir okkur álag og tilkynningar á akkurat þessari einu vefþjónustu. Sjáum hérna næst eru allar tilkynningarnar og svo er svartími, performance og svo framvegis. Að lokum, smá góð ráð. Þegar þið byrjið að nota Operation Managerinn, ekki skanna allt kerfið ykkar í einu og ekki dreifa öllum mögulegum monitorum sem eru í boði. Ákveðið hvað þið viljið monitora, byrjið smátt og bætið svo við og vinnið út frá því. Þannig verður kerfið síður eins og geymsla full af fótanuttækjum sem enginn viðurkennir að eiga. Og það leiðandi minni líkur á að enginn enn að nota kerfið til framtíðar. Við höfum séð þetta gerast. Við setjum upp kerfið, rosalega cool, en svo er þetta bara að kraða okkur allt of mikið upplýsingum. Varðandi eftirlit, tilkynningar og viðbrögð. Hvað viljum við að gerist ef til dæmis einhver þjónusta fer niður? Við ræsa út mann á bakvaktinni, það kostar okkur yfirleitt eitthvað. Við getum látið kerfið reyna að lagfæra áður en það sendir til dæmis SMS eða stofna máli í þjónustukerfinu okkar. Við getum sparað okkur óhemju tíma og fyrirhöfn. Hugsanlega aukið upp í tíma kerfa, takist að lagfæra áður en þess að bíða eftir að
bakvaktin vakni við að fá SMS. Það var svona nokkur góð ráð.